komin hérna með ykkur í heimsókn til hennar Helenu Guttormsdóttir, en hún einmitt búin að vera hérna að dvelja svolítið á vinnustofu pappa síns, fara í gegnum sögu sína, alveg 5 ættleiki aftur á bak, og ég ætla að koma að staði hvað hún hefur fundið, hvort hún hefur fundið sig eða eitthvað annað, og aðeins að fá að heyra af hverju hún er að vinna við það sem hún er að vinna. Hún er lektor við Landbúnaðarháskóla Íslands, en hún er myndlistarmaður líka og mjög fær sem slík. Ég sé mjög mikið að fallegum verkum eftir hana. Mér langar aðeins að fá að heyra hvaðan hún kemur. Helena, við erum að kíkja í heimsókn til þín, af því ég veit að þú ert búin að vera að garfa hérna í vinnuaðstöðu foreldra og aðeins vera að kanna svona hver þú ert, og mér langar að spyrja þig hvort þú komist að einhverju niðurstöðu, hver þú værir. Já, ég eiginlega er búin svolítið að finna mitt í hana, eiginlega. Foreldrar mínir létust eiginlega með tiltölulega stuttu millibili og mamma fyrir 3 árum og pabbi fyrir 6 árum. Og hann var í raun og veru hérna, smíðaði sér þessa vinnustofu og þannig að mín beið eiginlega verkefni sem var eiginlega þannig að ég hefði getað verið hérna í 10 ár og bara ef ég fengið sendan mat og þá hefði ekki hérna skort neitt. Þannig að hér í raun og veru var samansafn af alls konar hráefni en líka verkum og hérna mörgu sem pabbi hefði verið að sýsla en líka forfeður mínir og pabbi var semst hálfur Svíi. Pabbiðinn er Guttormur Jónsson og margir þekkja hann og eiga verk eftir hann eða ekki? Jú, og hann var líka forvörður á byggðasafninu áratugaskeið. Og amma var sem sagt hérna sænsk, hét Agnes Margreta Erdmann. Já, mamma hans, Gutt. Já. Og sem sagt hún og afi kynntust, þau voru bæði í framhaldsnámi í listmálinu í Stokkhólmi, eða afi var að læra óðra. Og þau komu sem sagt fluttu til Íslands og amma var ástfangin í Íslandi. Og fyrir utan að hún var ástfangin af afa. Og þau sem sagt fluttu inn í Laugatungu sem er í Grasagarði Reykjavíkur sem var þá fjós og hlaða og er núna litla hvíta húsi sem maður kemur inn þegar maður kemur inn í Grasagarði Reykjavíkur. Og byrjuðu þar að breyta húsinu í íbúðarhús og byrjuðu síðan líka að rækta í raun og veru þann hluta sem er núna sigri hlutin af Grasagarðinu. En líka að mála og við máluðu alveg 20 kirkna og amma var eins og á þessum tíma þegar að konur eða fólk var svolítið að gera allt. Hún var að vefa og mála og vinna matjurtagarða og mála kirkjur og bara alls konar. Og síðan var í raun og veru núna í þessari vinnu þá hef ég verið að rýna í raun og veru í aftur og bak lengra. Í raun og veru í afi minn hét Axel Erdmann og var tiltölulega þekktur impressionisti í Stokkhólmi, málari. En hann var líka að halda fyrirlestra og var líka að ferðast. Hann í raun og veru var vitni að því þegar hann var að koma af sýningarferðalagi að sænski herinn hann drap eða skaut atvinnulausa verkamenn sem voru að berjast fyrir að fá vinnu. Og hann var svo mikið að hann eiginlega stofnaði svona alþýðuskóla til að kenna fólki að bjarga sér og sá skóli var alveg starfræktur til 1970 eitthvað. Og pabbi hans, hann var líka bæði teiknari og jarðfræðingur. Og þannig í raun og veru í gegnum það ef ég er að hugsa hver ég er, þetta er eiginlega búið að vera alveg smá sturluvinna, en ég sé að ég er í raun og veru bæði með líffræðibakgrunn og myndlistarbakgrunn og er að starfa sem lektor við Landbúnaðarháskóla Íslands þar sem ég er að skoða þetta sjónræna í íslensku landslagi. Þannig að ég er í raun og veru bæði að miðla en líka að tengja saman náttúruna og myndlistina og einhvern veginn því að skoða mínar rætur þarna, þá einhvern veginn bara mattsar þetta allt saman í að, það er ekki tilviljun að ég er eins og ég er. Þú nefnilega lærði líffræði, er það ekki? Já. Og fórst svo í myndlist. Já. Þannig að þú bæði menntaður líffræðingur og myndlistarmaður. Það er líka svolítið, en af hverju byrjar á líffræðinni? Er það ríkjandi? Er það meira ríkjandi? Nei, ég held ekki. Ég held að kannski hafði ég bara efasemdir að eins og bara allir sem koma úr svona fjölskyldum þar sem er mikil sterk hefð fyrir einhverju, að ég hefði ekki neina trú á því að ég hefði neitt að gera sem myndlistarmaður. Það var kannski bara skortur og sjálfstrausti. En síðan í raun og langaði mig líka að vera plöntulíffræðingur. Ég hefði brennandi áhuga á náttúrunni líka. Og en síðan bara uppgötvaði þegar ég var í tilraunatím í lágplöntum og að skoða kísilþörunga að þá er ég nú bara fóru öll mín orka í að teikna það en ekki að svo fattaði ég kannski að mér dreymdi kannski með að vera líffræðingur eins og Jónas Hallgrímsson, skilur bara vafra náttúruna og einhvern veginn svona
teikna og skynjana, en það ekki í dag, frekar dáið. Það raun og veru var það eiginlega svolítið opinberun fyrir mig. Ég bjó í langt skeið upp í Skorradal í Hvammi hjá Skógræktinni og þá var ég búin með þetta nám, bæði minn líffræðibakgrunn og myndlistarbakgrunn og ég hélt einhvern veginn að ég og náttúran værum eitt, sko. En þá bara fattaði ég vissi ekki neitt, þó ég hafi skilað inn 3 plöntusöfnum og eitthvað. En þá þekkti ég ekki tréna vetri til eða hvar vindurinn kom og eitthvað svona, þannig að það raun og veru bæði sársaukafullt, en líka gerði mig sterka, skilur. Þetta var alveg miklu meira töff heldur en ég hélt að vera svona út á landi. Ja. Og en þá fór ég bara líka að sjá einhvern veginn bara svolítið svo að ryksuga með augunum, skilur. Ég var alltaf að horfa og í framhaldinu þá kynntist ég, þegar ég fór að vinna við landslagsarkitekta brautina á Hvanneyri, þá kynntist ég fræðimann sem heitir Simon Bell, sem bæði skógfræðingur og landslagsarkitekt og hann í raun og veru hefur verið að rýna landið sem hann kallar Visual Element in Landscape. Í raun og veru svolítið eins og myndlistarmaður, þannig að maður í raun og veru skoðar punktur, lína, flötur, hvað lífræn lína, geometrisk lína og allt þetta og áhrif birtu og þannig að ég í raun og veru fór svolítið í mínu mastersverkefni að stúdera landið út frá hans aðferðafræði.